Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það eru komna til mín Aðalbjörg Bragadóttir og Anna Kristjana Helgadóttir. Þær ætla aðeins að segja okkur frá Ungskáld. Endilega segðu mér hvað Ungskáld er. Akkurat, Ungskáld, þetta skemmtilegt verkefni sem í gangi hérna á Norðurlandinu og þetta raun að vera samveruverkefni þar sem að hugmyndin að þá að hvetja ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára til skrifta. Og þetta svona svolítið stórt svona konceptverkefni raunar, en hugmyndin að það koma að þessu fimm aðilar og það eru skólarnir 2, Menntaskólinn og VFMA og síðan Amtsbókasafnið, Akureyrarstofa og Ungmennahús í Rósenborg. Þetta eru aðilarnir eða svona stofnanirnar sem koma að þessu verkefni og hugmyndin að búa til vettvang og svona tækifæri fyrir ungt fólk og ung skúffuskáld og sumir eru meira út af við og aðrir eru meira inni með sinn skáldskap en gefa öllum vettvang og tækifæri til þess að tjá sig. Og þetta bara ótrúlega svona áhugavert verkefni og það eina sinna tegundar á Íslandi þar sem bara verið að leggja pening og verið að leggja metnað í því að koma ungu fólki á framfæri. Og þetta þá í rauninni, þetta bæði keppni og svo einmitt svona smiðja, þar sem hægt að koma og fá aðstoð við skriftirnar. Já, smiðjan svolítið svona opin og veltur á því hverjir að leiðbeina hverju sinni og næsta ritlistasmiðja, Ungskálda, verður laugardaginn 2. nóvember. Já, næsta laugardagurinn eftir viku. Já, 2. nóvember og hún verður haldin í Verkmenntaskólanum og ótrúlega spennandi leiðbeinendur sem við erum búin að fá til okkar í ár. Fyrir hádegi verður rithöfundurinn Stefán Máni, glæpasagnahöfundur með meiru, ótrúlega svona áhugaverð týpa og svona svolítið, ég hlakka mikið til að heyra hvað hann segir, hann svona óhræddur. Hann svolítið blátt áfram, já, má segja það. Já, svolítið grófur sko og hann ætlar að vera með einhvers konar smiðju, bæði hugleiðingu og síðan hvetur hann til skrifta og það verður eitthvað farið yfir. Hann verður svona til leiðbeiningar, til leiðbeina og eftir hádegi verður síðan hún Bryndís Björgvinsdóttir. Hún líka rithöfundur og hefur aðallega skrifað barna- og unglingabækur og marg verðlaunuð. Hún hlaut til dæmis íslensku barna- og unglingabókaverðlaunin fyrir bók sem heitir Hafnfirðingabrandarinn, sem algjör snilld og hún rosa flott týpa líka. Já, þannig að þið eru með svona einhverja reynda höfunda sem að koma á miðlæga sinni reynslu. Nákvæmlega. En svo þið náttúrulega líka með keppni. Jú, síðan keppni og hún hafin raunar. Má byrja að senda inn texta nú þegar. Skilafrestur til 16. nóvember sem dagur íslenska tungu og síðan eru verðlaun og þetta óháð dómnefnd sem les yfir verkin og þau eru öll send inn með nafnleynd og dómar að lesa. Og síðan eru afhent verðlaun og þetta eru peningaverðlaun og það kostar auðvitað ekkert að taka þátt og það kostar heldur ekkert að taka þátt í smiðjunni sem verður 2. nóvember og þetta bara alveg magnað og við getum gert það því þetta styrt af uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og Akureyrarbæ. Og talandi að sigra þessa keppni, þá Anna Kristjana, þú ert hvað, 2-faldur sigurvegari síðasta árs? Já, ég var í 1. og 2. sæti. Og það náttúrulega, þetta nafnlaust, þannig að þetta var með ólíkindum. Þannig að komið dómnefndin í opnu skjöldu þegar að sér að þú átti bæði. En segðu mér aðeins frá þínum verkum sem að unnu til. Ég sendi sannast inn að þau sem unnu voru 1 ljóð og 1 örsaga. Og örsagan heitir Tækifærin og snýst þess það að tækifæri banki ekki 2 svar. Og síðan var ljóðið, það heitir án titils af því ég glemdi að skýra það áður en ég sendi það inn. Þannig að dómnefndin tók það að sér að skýra það. Já. Ok, ja, það var flott. Það svona það að skrifa finnst mér vera öruggara heldur en að tala. Og ég verð að bæta því við að það var þáttaka í keppnina fyrir ári. Við fengum yfir 8-10 texta. Við höfum aldrei verið sendir margir textar sem sýnir okkur líka breiddina og hversu mörg skáld eru hérna á Norðurlandi. Og af þessum 80 textum þá tókum bæði 1. og 2. sæti. Vel kært, til hamingju með það. Takk fyrir. Og virkaði það svona hvetjandi fyrir þig sem ungan höfund að vinna þarna? Ég búin að skrifa mikið síðan þá og ég á ljóð í nýjasta tímariti Máls og menningar. Til hamingju, það frábært.
Þannig að já, það er bara framtíðin er björt í skrifum hérna fyrir norðan. Já, og þetta er svo magna og það er svo gaman til dæmis á þessum smiðjum þegar fólk kemur víðsvegar að. Þetta er ekkit eingöngu fyrir framhaldsskólanemana. Þú ert í verkmenntaskólanum, en þetta er auðvitað opið öllum til 25 ára aldurs. Þannig að háskólanemar og bara þeir sem eru ekki í skóla eru auðvitað hjartalega velkomni líka. Bara allir þeir sem að hafa gaman að því að skrifa. Vissulega, akkurat. Þá bara hvet ég alla sem að hafa skrifað eitthvað og langar að vera með og eru þessum aldrei til þess að taka þátt. Algjörlega. Og þakka ykkur fyrir að koma. Það eru frekari upplýsingar á ungskáld.is. Ungskáld.is, þar fær maður upplýsingar og sækir kannski. Já, og getur sendið texta líka í keppnina. Frábært. Takk fyrir kærlega fyrir komuna. Takk sem leys. Takk fyrir. Takk.